Komið sæl og velkomin á Hringbraut, klukkan orðin 8 og framundan hitt og þetta. Við ætlum að grilla, það alveg hægt að grilla áfram og já, við ætlum að grilla með Einari Bárðarsyni að þessu sinni. Sirrý fær til sín góða gesti líka, hún ætlar að spyrja hvernig hægt að lifa af slæma bernsku. En við byrjum suður í Hafnarfirði. Sigmundur Ernir skrapp þangað og skoðaði þann aragrúa af hjólum sem til eru og það veitir ekki af því að landin orðin hjóla óður. Það eru bókstaflega allir farnir að hjóla, þetta að springa út. Hefur einhverja útskýringu á reiðum höndum? Ég held að séu margir þættir sem að tvinnaðist saman. Þetta sem sagt einfaldlega þannig að kreppan kemur og fólk fer á fjárhagslegum ástæðum að fara að finna fyrir því að það sé hagkvæmt fyrir heimilið að vera að sleppa aukabílnum og allt það. Svo á sama tímabili þá var Reykjavíkurborg búin að taka sig saman í andlitinu og auka við fjármagn til stígagerðar. Og á veturnar og með haustinu þegar snjórinn kom þá voru þeir búin að kaupa ný tæki og betri snjóruðningar og betra skipulag á því. Þannig að það talsveit margt sem að koma þarna saman. Líka margir skokkhópar sem að voru búin að vera svona trimhópar og skokkhópar sem að fólk sem var komið í betra form og ferðast borgina skokkandi og hlaupandi sem átti að sjá því að þetta hjólar væri líka skemmtileg leið til þess að ferðast á lengri vegalengdir á sama tíma og fá góða æfingu út úr því. Og þetta Helgi, eiginlega alveg ný upplifun af borgarsamfélaginu og reynda samfélaginu í heild sinni að fara hjólandi. Þetta ný sýn. Já, þetta segja það. Fólk bara einhvern veginn margir sem það alltaf gaman að hjóla og þegar þú ferð að hjóla á virkilega vönduðu og góðu hjóli þá verður ennþá skemmtilegra að hjóla og það margir sem að finna fyrir bara einfaldlega að þeir gangi í barndóm aftur hreinlega upplifi æskunni á nýtt einhvern veginn og svona svífa og þegar maður orðin eldri og einhvern veginn borgin orðin Reykjavík höfuðborgarsvæðið stórt svæði Þannig að fólk upplifir það þannig að það getur ferðast svo langa vegalengdir og skoðað, jafnvel farið og flækt upp í og skoðað ný hverfi sem það ekki komið í áður, hjólað upp í Kórahverfi og jafnvel upp í Mosfellsbæ og farið út allt og svona upplifa borgina frá allt öðru sjónarhorni heldur en maður gerir í bíl á sjálfsögðu. Og það eru bókstaflega heilu flokkarnir sem hjóla heilu og hálfu bæjarhlutana. Ég til dæmis hjóla í vinnuna og þessi mýta að geta ekki hjólað á Íslandi vegna veðurs, hún svolítið bara brotin á bak aftur. Já, ég myndi halda það. Ég reyndar akkurat upplifaði bara í fyrradag þegar ég var með börnin mín og öllum að fara út að hjóla og svo var ég eitthvað, það svo vont viður úti eitthvað, ég heyrði að kvein í gluggunum og svona, svo ákvað að drífa okkur af stað og við komum út og var bara ekkert slæmt viður úti. Man bara fannst það, þetta ákveðt svona öfuga við gluggaveðrið þar sem maður heldur að það sé gott viður á vorin oft og það kalt úti. Svona á haustin oft þá lítur út eins og sé eitthvað svona naburt og skýjað en það bara miklu betra verið heldur en maður heldur að það sé en maður loksins komin á stað Við erum í hjólaspretti í Hafnarfirði, kíkjum aðeins á úrvalið. Þetta eru margar típur af hjólum. Hér náttúrulega hið hefðbundna bæjarhjól sem margir eru á að fara bara á sínum hraða bæinn. Skemmtileg hjól og kostar kannski 150.000 krónur eða þar bil, svona frá 100 til 200.000 krónur. En svo eru þessi svona götuhjól sem eru mikið tekin í dag og maður sér stóran hóp af fólki fara á þessi reið á götu og hjólastígunum. Þessi hjól komast á mikið hraða? Já, þau bæði, öll hjól komast á góðan hraða en ef maður fara niður brekku flegi ferð þá fer maður gríðarlega hratt saman hvort það sé á bæjarhjóli eða hverju sem En þessi hjól eru létt og það aðalmálið að maður heldur háum meðalhraða og maður kemst hraðar upp brekkur vegna þess að þau eru bara það létt og stíf og skemmtilega en maður heldur á jafnsléttu heldur maður aðeins hærri meðalhraða og svo er maður komin sérstaklega í brekkur og ef það mótvindur eða svoleiðis vegna þess að mesta mótstaðan í hjólreiðum vindmótstaðan á manni sjálfum Skrokkurinn Þannig að á þessum hjólum það situr maður miklu neðar og tekur mun minni vind á sig líka. En þetta ekki Helgi stór hættulegt? Nei. Þetta ekki hættulegt?
Nei. Það allt hættulegt sem maður gerir, sko, ef maður slísin, þetta gerir ekki búið undan sig, sko. En nei, myndi alls ekki segja að hjólreiðar væri hættulegar. Þetta tölur varðandi slysatíðni á hjólum séu misvísandi, sko. En hér til dæmis á þessum hjólum er nakkurinn mjög harður og stífur. Er ekki töluvert atriði að stilla hann rétt? Jú, hæð og halli Já. á nakknum hefur mjög mikið að segja og svo kallað bike fit mjög gott líka og þá hefur það raunveru með það að gera hvað lærlengirnir á mann eru langir, hvað maður stillir hnakkinn framalega, aftarlega. Því gefnum maður að sé á hjóli sem í réttri stefn, sko. Einhvern tíma var mér sagt að maður ætti að stilla hnakkan eftir því hvort það væri kona eða karl sem sæti í hjólið. Er það málið? Það er meira bara einstaklingsbundið, sko. Það eru komnir sérstakir kvennhnakkar. Þeir eru svona styttri og aðeins breiðari oftast og eru sérstaklega fremst og eru með svona ennþá mýkra svæði þar til þess að lífa erum þetta ekki alveg eins byggð. En svo eru fjallahjólin sem að verða vinsælli og þau eru náttúrulega allt annarar gerðar og náttúru heldur en götuhjólin. Já. Hver svona helsti munurinn? Þetta eru sterklegri hjól að sjá. Já, þú ert með miklu belgmeiri dekk sem að halda floti við svona grófar aðstæður og í þessum fjallahjólum þá ertu með hardtailhjól, með fulldempuð hjól og það fer eftir í bara einfaldlega, þetta er eins og með öll hinn hjólin, hvað þú ætlar að fara að gera. Það er svona að leita maður svona ráðleggingar til sérfræðinga, gott að koma í búðin og bara, þú veist, lýsa fyrir við afgreiðslumann hvað maður ætlar sér og hvað maður langar til að gera. En hvað maður að þvælast upp fjöll og fyrnindi á hjólum? Er það gaman? Þetta er bara svo frábær. Þetta er svo ofboðslega skemmtilegt. Ég sé að þú lifnar við. Já, algjörlega. Það er bara að komast út í náttúruna og einhvern veginn vera í íslenskri náttúru og geta hjólað eitthvað og sérstaklega eins og núna haustinn getur maður bara skellt sér eitthvað í berjalyng og étið nokkuð ber og drukkið smá vatn með því og haldið svo áfram og vera, þú veist, það er bara yndislegt, sko. En þetta er brekka, er þetta ekkert mál? Nei, þú veist, ég hef sjálfsög upplifið þetta bara, ég hef búin að vera í þessu keppa síðan 1993, þannig að ég hef búin að vera í þessu rúm 20 ár, þannig að þeir segja að ef maður stundar eitthvað nógu mikið að verða hversdagsleiki fyrir manni, þannig að þetta er svona bara mitt líf og það sem ég lifi fyrir, sko. En er auðvelt að fara á hjóli íslensk fjöll, heiðar og fyrnindi? Það er alveg hægt, já, vissulega. Og mjög mikið af þessum göngustígum, þeir eru ekki jafn torfærir fyrir þessum nýju hjólum. Einmitt. Eins og þau voru fyrir, þetta er búin að vera bylting í fjallahjólunum líka, sko. Þetta er öllum tegundum hjóla, en í fjallahjólunum síðustu 20 ár. Þannig að maður getur leyft sér miklu meira, hjólað grófari slóða og stíga heldur en áður og bara venjulegt fólk kemst auðveldar yfir. Og ferðu Laugaveginn á milli Landmannalauga og Þórsmerkur á örskömmum tíma? Já, ég getur eiginlega náði á nokkrum klukktímum, sko. Ég held að ég fór með félagum minnum fyrir nokkrum árum síðan á hjól sem er ekki næstu að þróa á þessi hjól, 12 ár síðan eða eitthvað. Og hann reyndar varð algjörlega upp í skroppa með orkukall félagum minn. Ég slasaði með hann en ég hjólaði samt kláraði það undan hann okkur 5 klukkutíma og það var bara dóli, sko. Takk fyrir. En Helgi, hérna er önnur típa af hjóli. Þetta er svona einhvers konar millibil á milli bæjarhjóls og götuhjóls eða hvað? Já, þetta er hjól fyrir sérstaka íþróttagrein. Þetta er cyclocross-hjól og það hefur verið keppt hérna í cyclocrossi undanfarin ár og vetri til. Þannig hefur þetta þróast í Evrópu að þeir sem hafa verið að hjóla og keppa á reysurhjólum eða götuhjólum yfir sumarið, að þeir hafa farið yfir á cyclocross-hjól á veturnar og verið að keppa í svona keppnisgreina sem er stuttar hring og svo er þetta bara að klára eins margar hringi og getur á 45 mínútur. Þetta er svona vetrarútgáfan af götuhjólum? Já, getur sagt það. Þetta er mjög skemmtileg hjól fyrir íslenskar aðstæður, þú getur sett nagladekk á þessi hjól og þannig að þeir sem eru að ferðast innanbæjar lengri vegalengdir og vilja samt geta farið hjólað inn í veturinn, þá er þetta mjög skemmtilegu kostur. Og sumt af þessu kostar á við bílverð. Við skulum kíkja á lokum á eitt hjól sem er svolítið sérstakt hérna. Hér eru við komin að fullorðinshjólunum. Þetta eru tæki sem kosta nokkur 100.000. Hér eru við bara bókstaflega komin í efstu deild. Já, algjörlega. Þetta eru hjólaframleiðandi Cervelo sem framleiða einungis
carbon fiber hjól. Það þó nokkuð mörg ár síðan eða framleiddu síðasta álhjólið sitt. Og þetta fyrirtæki sem setti sér rosalega háleit markmið strax í upphafi. Þeir stofnaði verkfræðingar, kanadíski verkfræðingar sem stofnuðu þetta fyrirtæki og þeir settu sér milli það markmið að geta boðið upp á raunhæfu verði hjól sem eru algjörlega á ystu mörkum þess sem hægt í framleiðslutækni og efnum til. Og þessi blakkur hérna, þetta hjól upp á 850.000 krónur eða þar bil eða meira og þetta alveg skítlétt eins og maður segir. Mjög létt hjól. Persónulega finnst mér þetta með fallegustu og snyrtilegustu hjóli sem hafa verið smíðuð. Og hvað með diskabremsum? Komið með diskabremsum núna í ár og þeir eru að auka við úrvalið núna fyrir 2017. Þá verður með C-hjólið og svo annað hjól sem ég má ekki segja frá reyndar, verður opinberað 15. september. En maður lítur að svífa á svona hjóli? Já, algjörlega. Þetta alveg einstaklega ljúft. Þú líka komið með bara hjól sem orðin ákveðin mubla. Þú ert búin að kaupa eitthvað sem bara ákveðið listaverk. Þú getur raunverulega tekið og hengt það upp á vegg og geymt það svoleiðis inn í íbúðin hjá þér. Eru menn farnir að snobba fyrir hjólum á Íslandi? Já, það hefur nú verið alltaf. Alltaf? Já. Það var mikið snobb fyrir hjólum líka bara, man ég 1990 eitthvað þegar ég byrjaði í þessu sko. En hvað gerir Helgi Berg helgar? Tekurðu bara þinn fák og ferð eitthvað upp fjöll og firnindi? Ertu frjálsmaður? Það mjög misjafnt. Ég búinn að keppa mikið í fjallahjólunum í sumar. Í sumar var til þess með 10 daga, leigðum bara hús og Akureyri fjölskyldan og vorum 2 helgar að keppa Íslandsmeistaramótið í downhill og þessu nýju enduro-keppnum líka. Algjörlega frábært að geta farið upp í Hlíðarfjall og upp á Fálkafell og hjóla þarna út allt á alveg rosalega skemmtilegum stígum. Æðislegt. Ég sé það skrám á enninu. Já, það var reyndar frekar vandræðalegt. Skallaði bara matadisk sko. Þetta ekki hjólaslys. Nei, ég ekkert með þetta að gera. Farðu varlega á hjólum. Ég geri það, ekki spurning.